Og við ætlum að byrja hérna í þessu færimataverkefni að setja inn ganga og útganga í tengiskrána og þá náum við í tengiskrána líka inn á innuna undir efni. Ég var með hérna undir annað efni, þá ég búinn að opna fyrir tengiskrá form. Þeir sem voru ekki í gær, þeir þurfa að fara þá undir annað efni í innunni og ná í tengiskrá form, Excel skjal. Og þá opnum við það og þá þurfum við að átta okkur á því hvað hérna. Hérna höfum við verkefnið og við þurfum að bæta við í listan hérna nándaskynjurunum N1, 2 og 3 sem eru hérna og þá þurfum við bara að færa hérna þessa segulrofa, spólurnar í segulrofunum þau fara hérna neðar. Ég ætla bara að taka hérna, ég sé bara copy og fara með hérna niður. Og í staðinn fyrir þetta, af því að ég ætla bara að lista upp fyrst inngangana, ég með start og stopprófa eins og áður, S1 með ræsing og S2 stöðun, þannig að ég þarf ekkert að breyta því, það heldur hérna áfram. En ég ætla að eyða út þessum 3 línum hérna og í staðinn að setja inn nándarskynjari og hann heitir þá N1 hérna og síðan N2 og N3. Þetta allt saman nándarskynjarar hérna. Það það sem ég bætist við. Nú, já, svo hef ég bara 2 útganga. Já, ég skal stækka þetta. Nú ég komið með hérna, ég ætla aðeins að svona, sjá þetta svona. Gott mál. Ég hef þá þessa 3 nándarskynjara í viðbót og ég ætla að setja þá inn á áframhaldandi innganga hérna. Þrjá, 4 og 5. Ég get líka breytt þessu þannig að ég hafi inngang fyrir nándarskynjara 1, númer 1, 2 og 3. Þá kannski ruglast ég síður í þessari hérna röð og hafi bara startrófan 4 og stopprófan 5. Það getur líka gengið. Prófum að breyta þessu þannig að þetta sé ekki alltaf eins hjá okkur. Þannig að þá myndi ég setja sem sagt I1 og I2 á nándarskynjara 1 og nándarskynjara 2. Prófa að breyta því þannig. Og þá verður nándarskynjara 3, það verður I3 og startrófin væri þá I4. Þá býtum við, heitir ekki alveg á 4 hérna. I4, svona og stopprófin væri þá I5. Og allir nándarskynjarnir eru normally open, sem sagt svona venjulega rofin. Sett það á alla nándarskynjarana svona. Og síðan ég með segulrófana K1 og K2. Af hverju þarf ég 2 segulrófa? K1, K2. Ég ætla að láta þetta band
fara í báðar snúningsáttir og við vorum eitthvað að tala fasaröð einhvern tímann, það ekki? Kannski ekki alveg allir búin að fara í gegnum það þó. Við þurfum að hafa rétta fasaröð til þess að snúa honum sem sagt frá A til B, frá vinstri til hægri, þá þurfum við rétta fasaröð svo hann fari í rétta átt og svo þurfum við að snúa fasaröðinni við, víxla einhverjum tveimur fösum og það gerum við með því að tengja fasana í gegnum annan seguróa. Og þennan útgang á inntölunni köllum við Q1, bara fyrsta og svo Q2 þess að tengin á sitt hvort seguróan, eða sem sagt spóluna í seguróanum sem að merkt sem sagt A1, A2 í segulega stýringar myndinni. Og við getum kallað bara til dæmis H fyrir hægri og F fyrir vinstri, eða stutta skýring á þessu hérna. Eða, það er allt í lagi og hérna síðan skrifa hérna bara hvað þetta hægri, og vinstri. Og þá held ég að við séum bara búnir að skrá inn í þessa tengiskrá og nú heitir þetta verkefni, breyta þessu yfir í verkefni 1C því að þessi skrá var búin til fyrir 1B en breytum henni í verkefni 1C. Og í rauninni þá getum við tekið töfluna og bara límt hana beint inn í verkefnið. Þetta þarf ekki endilega að vera mynd, sko. Við getum tekið sem sagt, alla töfluna sem við erum að nota og við þurfum ekki að fara lengra niður endilega. Segjum bara copy og svo verður þetta bara töflu inn í Word. Og hérna neðar þá höfum við þessa mynd, sko þið getur bara eytt þessari mynd út, ég ætla bara að setja hérna fyrir neðan og þá get ég, ef ég smelli hérna á plúsinn þá get ég miðjujafnað töfluna. Það fær hún aðeins hérna lengra í miðjuna. Þá kemur þetta svona og þá má ég alveg eyða þessari mynd hérna. Það er ekki nauðsynlegt. Ekki nauðsynlegt að halda þessari mynd. Tekur hana bara hérna út. Hérna í verkefninu var í rauninni gert ráð fyrir að við myndum útbúa tengimyndina fyrst og búa svo til tengiskrána. Við erum búin að setja þetta inn í tengiskrána, ákveða hvaða innganga við ætlum að nota og nándarskynjarir þeir raðast upp en þetta er í 1, 2 og 3 og svo framvegis. Þannig að þá skulum við taka tengimyndina og skella tengingunum þar inn. Þannig að N1 fer í 1, 2 í 2 og 3 í 3 og svo fer startrófin í 4 og stopprófin í 5. Og hér sjáum við þess að bara kraftrósuna hérna til hliðar. Við þurfum ekkert að gera við hana. Þarna sjáum við bara að K1 hann gefur ákveðna fasaröð hérna inn á mótorinn og síðan ef við fá hérna snúningsáttina þá
fer K1 út og K2 kemur inn og við sjáum það að fasi L1 og L3 þeir víxlast vegna þess að hérna var L1, hann var lengst hérna til vinstri inn á mótorinn en núna fer L1 hérna lengst til hægri þannig að enda fösunum víxlað hérna inn á mótorinn svo að hann fer í hina snúningsáttina tilbaka. Svo náttúrulega yfirráðsvörnin hérna fyrir neðan svo að allt sé rétt og skammhlaupsvörnin hérna merkt númer F1, það eru sem sagt bræður sýnt hérna. Þannig að þetta alveg fullkomin kraftrás. Og þá tökum við þessa mynd inn í Paint og notum þarna snipping tool til þess að ná í hana. Svona. Og smellum á copy hérna í snipping tool. Copy. Og þá ætlum ég að opna Paint. Og svo vel hérna segi bara Ctrl+F þegar ég með Paint opið þá kemur myndin þar. Hún alveg sæmilega stór hjá mér svo að ég get bara teikna þetta beint svona og þá þarf ég örugglega að skoða svolítið línustærðina hvort að hún rétt hjá mér. Ég ætla að fara að teikna hérna inn línur. Ég ætla að hafa svo sagt aðeins mismunandi liti svo við sjáum hvað er hvað hérna. Ég ætla að velja bara hérna strax rauðan og við ætlum að setja nándarskynjara 1 í inngang 1 og svo framvegis. Þannig að þá ætlum ég að taka hérna frá þessum stað hérna og til þess að fá línuna beina að þá hérna þá byrja ég hérna að teikna frá nándarskynjara 1 og íti svo á Shift. Ég held sem sagt vinstri músatakkanum niðri og ég ætla bara að hafa stutta línu fyrst hérna niður og smelli svo bara út fyrir og held svo áfram. Íti niður, dreg línu, íti á Shift og þá kemur línan alveg bein. Og ég ætla að koma hérna alveg út að fyrir ofan inngang 1. Sleppi þar, smelli út fyrir og svo fæ ég beina línu hérna niður. Ég get fært hana örlítið til með örvalyklunum hérna á lyklaborðinu. Svo get ég þurrka út smá en að enda hérna ef ég hef farið aðeins og langt. En það ekkert alveg nauðsynlegt en bara reyna að hafa þetta snyrtilegt svona. Og svo tek ég bara koll á kolli. Það ver allt fyrir hérna línuna og fer hérna fer frá 2 hérna, ég ætla bara að hafa þetta svolítið þétt og sé hvar ég á að stoppa hérna svona til þess að tengja upp næsta og klára, ég þarf að smella út fyrir til þess að losna við línuna og svo hérna upp svona og niður í 2 og síðan ætla ég að finna hérna stað fyrir línu 3 hérna. Já, þetta verður svolítið Jæja, ég hlýt að ná þessu með hérna róðana. Skulum sjá, hérna nándarskynjara 3, ég ætla að fá hann alveg hingað og smelli út fyrir, fæ hann hérna niður í 3 inngang 3 hérna og upp í skynjaran svona og það er spurning hvort ég fæ einhvern aðeins öðruvísi lit á þetta til þess að sýna
Ég hef bara brúnan hérna yfir í fjarkan. Sjá hvort það gengur upp hjá mér. Ég þarf að fara yfir nokkra línur hérna. Sjá, er það nokkuð alveg glatað hjá mér? Ég ekki kannski alveg, en þetta verður svolítið bratt að komast hérna með S2 í númer 5. Já, kannski ég fari bara hérna aðeins lengra og fari þá leiðina. Eða hvað, þarf ég þess ekki? Kannski þarf ég þess ekki. Sjá, ef ég fer beintu frá 5-unni hérna, þetta er svolítið þröngt. Nei, ég þarf þess ekki. Hvað er það? Svona. Þá kemur þetta hérna. Þetta gengur svona. Getur þú stakkað það? Já, ég get alveg stækkað. Svona sjá. Ég þarf bara að smella hérna aðeins út fyrir svona já. Þá er þetta komið. Þá þarf ég að stækka þetta hérna. Við aðeins að taka þetta út hérna. Ups. Sjá. Hérna, núna sjáum við þetta. Það ekki. Þarna er þetta komið. Þannig að N1 fer á I1, N2 á I2, N3 á I3 og svo kemur S1 inn á I4 og það er startrófinn, S1 og S2 er stopprófinn, hann fer inn á I5. Við erum ekki alveg búin með þessa teikningu. Nú þurfum við að fara og athuga með útgangana. Og það með sér eitt gaumljós þarna líka sá ég var að... Ég ætla að fara hérna yfir á... Já. Ætla ég að ná að gera þetta svona. Já, sennilega. Ég fæ hérna línu. Og ég ætla að teikna hérna frá útgangi Q1 inn á K1. Já. Ég get líka breytast við í rauðan lit aftur. Sleppur svona hjá mér, en ég þarf að taka smá beygju hérna frá Q2 inn á K2. Q2 kemur hérna og ég þarf að fara hérna svona aðeins hérna til hliðar. Svona. Sko gaumljósið H1 þá náttúrulega má býtum nú við fyrir hvað ætli það hafi verið. Það er eitthvað hérna í verkefninu sem segir með það, býtum nú við skulum sjá. Það kom ekki með í tengiskrána reyndar en býtum nú við já, gaumljósið á að vera já, þetta H1 gaumljós á að vera kveikt með N2 býtum við já þetta gaumljós á að sýna þegar að bandið er að fara tilbaka. Ok, ég steingleymdi því. Sko, hluturinn þegar það fer frá A til B þegar við þrýstum á S1 og gaumljósið H1 er kveikt með N2 og helst inni með setskipin. Þar til að stöðva þar stöðvast hluturinn við nema N2 býður 0,5 sekúndur. Eftir býðtíðan fer bandið af stað til vinstri og stöðvast við N3 við enda A og þá sloknar á gaumljósinu. Ok, þá við þurfum að bæta N2 við sem útgang og þá getum við sett það í Q3
og svo á eftir þá þurfum við að bæta þið við tengiskrána hjá okkur. Ok, þá förum við í Paint hérna, setjum hérna Q3 út á gömljósið. Svona. Og ég fæ hérna línu frá Q3. Svona. Þá erum við komið með það inn. Þá koma þegar bandið á leiðinni tilbaka. Já, reyndar að kvikna á því leið og það kemur út á endan við N2. Síðan eigum við eftir að bæta, já, þið eftir að setja þetta inn í þessa mynd, já. Og núna er líklega myndin orðin tilbúin til að setja inn í skjalið. En við þurfum að bæta við einni línu neðst í tengiskrána hjá okkur. Ok, ég segi hérna, það vist þetta bara, það er band. Já, það er eitt sé. Ok. Það sem minka. Og já, til þess að ná þessari mynd frá Paint þá íti ég á Ctrl A, svo velja allt saman. Og því að ramminn er alveg utan alla myndina hjá mér, allt er í góðu lagi. Og svo Ctrl C fyrir copy og svo verið inn í Word og skipti bara út þessari mynd hérna, Ctrl V, þá kemur tilbúin tengimynd, en þá á eftir að leiðrétta tengiskrána. Og ég hef búin að líma hana hérna inn í, hún færist hérna milli blaðsíðuna, ég ætla að sjá hvort ég get ekki haft þetta á sömu blaðsíðu. Já, jú, ég ætti að geta það. Tek út þetta hérna. Svona. Og hér neðst þá get ég, af því ég með þetta eins og töflu í Word, þá get ég hérna farið í plus hérna. Þá fæ ég hérna, ég fæ ekki hérna línu eða hvað. Já, það hérna, ég þurfti að búa til svona línu hér. En þá er ég alveg jafn fljótur að bæta þessu bara við í Excel. Fer bara inn í Excel og bæti við gaumljósinu hérna. Segi hérna, hvað er það að segja? Þetta er fyrst bara, já, gaumljós. Og við getum, þarna heitir H1 sem sagt, ljósið mert H1 og það er tengt í Q3 og þetta er, já, ég getum sett til að byrja með bara H1 ef við og segjum bara hérna band eða hlutur tilbaka. Að hérna, það sem að ljósið segir okkur er það að hluturinn sé að koma tilbaka. Svona. Til þess að setja einhverja skýringu á þetta. Ok, þá bara tökum við aftur tengiskrána, alla núna, copy og skiptum þessari hérna út, tökum þessu bara út, nei,
náði ég ekki allri, já, herðu, hvernig stendur þessu? Þetta við, já, ég þarf líklega að merkja þetta hérna í plúsin og hægri smella og segja delete table, þá fór hún. Ok. Ég þurfti að smella hérna á X-ið hérna, litla X-ið til þess að hreinsa hana út, hægri smella og fara í delete table til þess að losna alveg við hana. En nú ég komið með nýja töflu hérna, og ég ætla að miðjujafna hana hérna, svo komið ég á góðan stað. Og þá erum við með allt í samræmi, útgangurinn það er Q3, hann hérna síðastur og þar kom gaumljósið H1 og sýnir að hluturinn á leiðin tilbaka. Þá eru þessi tveir liðir búnir og það sem við þurfum að gera næst, það er hreinlega bara að setja stigaritið. Þá setjum við stigaritiðinn og það er í eitt hérna. Og setjum N1 á hann og í 4 start og set Q1 og þetta er hægri. Svo vorum við með hérna landaskynja 2, það er sérst í 2, hann stoppar þetta hérna og já, hann setur fyrst gaumljósið inn. Þegar að gleyma á það Q3 vinstri normally closed. Já, já. Ég þarf að setja það inn. Það er geta að setja það strax, öryggissnertuna hérna og ég ætla að setja strax nafnið á þessu hérna, vinstri. Og þetta er þá N2 og Q3 H1 gaumljós og þá sögum við hérna áfram í 2 út á resetið og við höfum hérna aftur þetta og við hérna höfum víxsnertu frá Q2 hérna út á tímalega og hér höfum við já, sem sagt 50 hundruðustu úr sekundu, hérna eru sem sagt 100 sekundu hérna, við getum stilt þetta upp í 99 hérna, þetta er setni inn tímaliði, T1 og þá hérna, nei, þetta á að vera hægri hérna, auðvitað, Q1 hérna, svona, það víxsnerta úr Q1, svo að hérna, það fari ekki tilbaka, fyrr en að Q1 er farin út, að hægri snúningshátturinn er farin út. Og þá er það snerta úr T1. Já, ágætt að setja inn 0,5 S og
þá fáum við inn hérna vinstri snúningsáttina, set. Og þá höldum við áfram hérna á E3, hann tekur út vinstri snúningsáttina. Við erum komið tilbaka. Þetta er N3 og það kemur á reset hérna. R2 og líka ljósið hérna. Tökum ljósið já og þá eftir bara stoppa allt saman. Þá er það E5. Það er stoppprófin. Stopp. Það er bara S2 já. Og hann verður að vera með neitun. Glemdi því. Það er hérna. Af því hann er normally closed. Og þetta fer allt saman út á reset á Q1, reset á Q2 og reset á Q3 og stoppar þetta allt saman. Þá ætti þetta líklega að vera bara komið og þá er bara að prófa þetta. Við erum að athuga hvernig rofarnir. Sem sagt, startrofinn, hann er númer 4. Það er normally open þrýstirofi. Stopprofinn E5 er normally closed þrýstirofi. En N1, 2 og 3, þeir eru bara af á rofar hérna. Sem sagt, normally open, að lengst hérna til hægri bara. Sennilega vorum við með 1 og 2 start og stopp áður sko, við þurfum að breyta því yfir í að bara af á rofa hérna. Svo smetla á OK til þess að breyta þessu og þá prófum við rásina. Smetlum á play, færum þetta hérna aðeins nær kannski, svona. Þá setjum við hlut við nándaskynjar 1. Og svo ræsum við hérna með startrófanum og bandið fer í gang. Q1 kemur inn. Hluturinn fer frá nándaskynjaranum og kemur síðan út á enda. Þá kemur gaumljósið inn og augnablikki síðar fer bandið tilbaka. Þannig að K1 seguróin er örugglega fallin út áður en að við fáum K2 inn sem að flytur hlutin tilbaka og ljósið hérna við Q3 sýnir það að hluturinn fara tilbaka og við slökkum hérna á nándaskynjara N2. Svo fer hann hérna fram hjá nándaskynjara 1. Það gerist ekkert við það og jafnvel þó að við myndum setja startið inn þá gerist ekki neitt. Við erum búin að koma veg fyrir það að hægri snúningsáttin getur komist inn með því að vera með víxlsnertu hérna úr Q2, útganginum. Þannig að það ætti ekkert að gerast neitt. Þó að hann fari fram hjá N1. Svo endar hann við N3 og þá stoppar hann. Tekur út bæði ljósið og vinstri snúningsáttina. Svo tökum við hlutin í burtu og setjum næsta hlut við N1 og startum aftur og svona getur þetta gengið áfram. Hann fer frá N1, kemur að N2, stoppar og snýr við og fer frá N2, fer fram hjá N1, ekkert gerist og kemur út að N3 og stoppar. Og svo getum við stoppað þetta hvenær sem er. Við setjum hlutið N1, ræsum þetta með startrófanum
og þá getum við stoppað og þetta er allt út. Þá þurfum við bara að byrja upp á nýtt eða láta hann halda áfram með því að setja hlut við skynjarann og smella á startþróan. Þá getur hann fara aftur í gang, við getum láta hann snúa við og það getum við líka stoppað allt saman. Þá erum við búin að prófa þetta að fullu og sem sagt eitt eigum við eftir að prófa að setja sko nándarskynjara 2 inn á meðan það er á hægri snúðursáttinni. Já, þá bara stoppar hann. Maður hittir á Þetta verður stöður allt í lagi. Já. slá 11 og þá virkar það ekki. Ég skal skoða það hjá þér. En núna er þetta farið að vinna allt saman og ég ætla að segja bara upptökunni í lokið hérna.